Píparar eru að missa vinnuna og nemar komast ekki á samning. Þetta segir formaður félags pípulagningameistara. Meginástæðan sé lóðabrask sveitarfélaga auk kólnunar á byggingamarkaði vegna verðbólgu og hárra stýrivaxta. Atvinnuleysi í Finnlandi er eitt af mesta í Evrópu og verðbólgan á uppleið. Almenningur hefur áhyggjur á stöðunni til framtíðar. Ríkisstjórnin boðar frekari niðurskurð. Bandaríkin ætla að kalla 5.000 bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Forseti Bandaríkjanna hafi hótað þessu í vikunni eftir gagnrýni kanslara Þýskalands. Ungur Borgfirðingur hljóp í dag frá Egilsstöðum til Borgarfjarðar eystri til að styrkja Krabbameinsfélag Austurlands. Hann fékk góðan félagsskap hlutaleiðarinnar sem er rúmlega 70 kílómetrar. Ég er rúmlega hálfnaður. Það er bara maraþon eftir. Og það er gott að taka geislasverð og sveifla eftir langan vinnudag við skrifborðið. Þetta segir félagi hinu íslenska geislasverðafélagi. Og það var mörgum sverðum sveiflað á bókasafni Hafnarfjarðar í dag. Ég er skurðlæknir á Landspítalanum en stundum er bara gott að skipta gír og gera eitthvað allt annað. Gott kvöld. Lóðabrask sveitarfélaga, verðbólga og háir stýrivextir valda því að píparar missa vinnuna. Þetta segir formaður félags pípulagningameistara. Mikilvægt sé að stjórnvöld og sveitarfélög taki málið föstum tökum. Formaður félags pípulagningameistara segir óveðurský hrannast upp í greininni sökum samdráttar á byggingamarkaði, þá sér í lagi nýbygginga. Félagsmenn séu þegar farnir að finna fyrir því. Það er farið að bera á uppsögnum og við heyrum það frá okkar félagsmennum sem eru víðsvegar um landið og þá sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og það er mikill samdráttur að verða. Þá sé einnig farið að bera á því að nemendur í pípulagningum eigi í erfiðleikum með að komast á samning sem Böðvar segir að sé alveg ný staða. Hann segir stöðuna margþætta. Verðbólga og háir stýrivextir spili stórt hlutverk í kólnun á bygginga- og fasteignamarkaði. Og svo náttúrulega sem líka er partur af þessum vanda sem snýr á okkur er náttúrulega aðkoma sveitarfélaga sem hefur svolítið verið að keyra á þessum lóðaskorti í staðinn fyrir að líta á bara lóðir sem hilluvöru og hafa lóðir á kostnaðarverði. Nú eru sveitarfélög mörg farin að líta á lóðasölu sem tekjustopp fyrir sveitarfélag og er að selja lóðir mjög dýrt. Ef fram heldur sem horfir, stefni frost á byggingamarkaði. Menn hafa verið vanir að sjá marga mánuði fram í tíman, jafnvel ári svona vel mannað í verkum og þessu þar. En núna eru menn að sjá fram á það að þeir veit ekki hvernig sumarið verður og það er áhyggjuefni. Hann segir mikilvægt að stjórnvöld og sveitarfélög taki málið föstum tökum. Það er mjög gott að halda byggingamarkaðunum alltaf svona helst eins og góð vél sem er bara vel smurð. Hún sé bara góðri hreyfingu. Það er mjög vont ef þú stoppar þessa vél. Þannig að ef byggingamarkaðurinn stoppar, þá tekur það bara allt of langan tíma til þess að starta honum aftur. Og það er það sem við viljum ekki að sjá að raungerist. Finnskur almenningur hefur auknar áhyggjur af efnahagsástandinu og er svartsýnn á horfurnar á næstu árum. Atvinnuleysi er komið yfir 10%. Skuldir ríkisins eru miklar og ríkisstjórnin boðar áframhaldandi niðurskurð. Huolestuttaa työllisyystilanne ja taloustilanne. Taloustilanteesta en osaa sanoa yhtä tarkasti kuin työllisyystilanteesta, mutta selvästi työpaikkoja ei ole ja kaikki on kallista. Finnar fara ekki varhluta af áhrifum stríðsins í Miðausturlöndum á efnahagslífið. Helstu mælikvarðar þess líta þó ekki allir illa út á íslenskan mælikvarða. Ársverðbólgan mældist 1,3% í mars, sem var það mesta í tæp 2 ár. Langtíma stýrivextir, sem eru tengdir Evrópska seðlabankanum, eru 3,3%. En ýmislegt annað lítur verr út. Atvinnuleysi mældist 10,4% í mars, sem er eitt það mesta í Evrópu. Skuldir ríkisins nema 90% af landsframleiðslu og hagvaxtarspáin í ár hefur verið lækkuð 0,5 prósentustig niður í 0,9%, aðalega vegna hækkunar olíuverðs. Markkinat odottaa, että tämä jää kuitenkin aika lyhytaikaiseksi, ei laajene laajasti. Persialahden ulkopuolelle ei synny mitään merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muihin hintoihin.
Þessi bjartsýni skilar sér ekki til almennings. Nýlegu könnun sýnir að helmingur Finna telur að efnahagurinn versni næsta árið, meðan aðeins 14% telja að hann batni. 28% segja fjárhaginn hafa versnað undanfarið ár, 19% telja að hann hafi batnað. Hagstofa Finnland segir að þeir sem hyggja á fasteignakaup hafi ekki verið færri síðan árið 1999. Ríkisstjórnin hefur beitt niðurskurðarhnífnum meðal annars í velferðarkerfinu og boðar framhald á því. Meidän poliittisissa ohjelmissa kuvataan tarvittavia sosiaaliturvaleikkauksia vaikkapa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, asumistukeen, ylipäätänsä sitä, miten julkista taloutta sopeutetaan. Í þokkabót hefur dregið úr mataraðstoð. Þessi úthlutunarstöð í útjaðri Helsinki lokar brátt þar sem það fæst ekki nægur matur til dreifingar. Sitten nämä kaikki tuet on poistettu, kaikki toimeentulotuesta vedetty, niin kuin Purrakin on sitä mieltä, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Ja mun mielestä vähän niin kuin just niin, mitä hän sanoo. Bandaríkjamenn ætla að kalla 5.000 bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Varnar- og stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna tilkynnti þetta í gærkvöld og sagði ástæðuna endurmat á þörf fyrir viðveru þar. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafði hótað þessu fyrr í vikunni vegna óánægju með lítinn stuðning Þjóðverja við stríðið í Íran. 36.000 bandarískir hermenn eru í Þýskalandi og fækkar því 14% ef af þessu verður. Þýsk yfirvöld segja þetta hafa verið viðbúið en búast ekki við að viðvera minnki á stærstu herstöðum Bandaríkjanna þar. Lögregla var með viðbúnað við Auðbrekku í Kópavogi síðdegis í dag vegna samkomu á vegum vélhjólasamtakanna Hells Angels. Lögregla fylgdist með því sem fram fór og leitaði á gestum. Álíka viðbúnaður var við samkomuhús Hells Angels í september en þá sagði lögregla að fylgst væri með samtökunum því að þar væri stunduð skipulögð brotastarfsemi. Þegar fréttastofa kom á vettvang nú undir kvöld voru vítisenglar hissa á viðbúnaði lögreglu og sögðust vera að fagna starfsafmæli samtakanna hér á landi. Today we are celebrating with friends and family our 15-year anniversary since we are in Iceland, our charter. So yeah, just having fun time with friends and family. There's quite a lot of police here. Why do you think that is? To me, it honestly just feels like a show of power from them. Just they want to be seen as they are battling what they call an organized crime group, although to me it doesn't look like organized crime. Umhverfisverndarsinnar og frumbyggjar Suður-Ameríku krefjast þess að vestrænar þjóðir komist til móts við lönd sem reiða sig á útflutning jarðefnaeldsneytis við fyrirhuguð orkuskipti og hætti að arðræna þau. Fulltrúar yfir 50 landa eru samankomnir í Kólumbíu á fyrstu alþjóðlegu loftslagsráðstefnunni sem snýr nánast eingöngu að orkuskiptum og hvernig hægt sé að hætta notkun jarðefnaeldsneytis. Efnt var til kröfugöngu og þess krafist að lönd sem flytja út og selja jarðefnaeldsneyti til annarra þjóða verði ekki látin bera hitann og þungan af orkuskiptunum. Y así tenemos muchas apuestas como pueblos indígenas, otro de ellos es que el financiamiento llegue a los territorios para que pueda materializarse y haber justicia por todos los impactos que estamos viviendo en nuestros territorios que llegan de afuera. It's very important that we have a plan to phase out of fossil fuels because right now we are heading to a world of 4 degrees of warming by the end of the century. And we are able to bend the curve down to below 1.5 only if we stop burning fossil fuels. So phasing it out is not as easy as, somebody signing a piece of paper. It has to be orderly and timed so that we don't hurt the people who rely on the fossil fuel industry for their livelihoods. Sé fer fyrir hópi ungra umhverfisaktivista í Rómönsku Ameríku og hefur verið kölluð hinn mexíkoska Greta Thunberg. Hún einnig hluti af hinum svokölluðu gæslumönnum jarðar. So we are the planetary guardians. We are here to uplift the planetary boundary science. We're from all over the world, all generations, all backgrounds, former presidents, Nobel Prize laureates, scientists. Hún bjartsýn á að þessi ráðstefna leiði af sér raunverulegar breytingar, ólíkt því sem hefur oft verið raunin. So for the past 30 years we have been in the climate COPs
And we have not talked about fossil fuels directly, and they're the #1 cause of emissions in the world. So this summit is different for two reasons. One is we're actually talking about the issue, which is fossil fuels, and having the conversation, not just that they're the problem, but how we are going to transition away from them. And the second reason why it's important, it's because here the countries that are coming already have that understood. And here we have 54 countries coming together saying we actually want to be part of this conversation because we want each of our countries to be in a post-fossil future. Og meira frá Ölmu Ómarsdóttur í Kólumbíu. Orkuverkfræðingur sem sérhæfir sig í gagnagreiningu segir að hátindi losunar gróðurhúsalofttegunda hafi verið náð og losun sé á niðurleið. Meðal 38 landa innan OECD hefur brennsla á kolum lækkað 53% frá árinu 2007 og endurnýjanlegir orkugjafar hafa náð að annað fullu aukinni raforkueftirspurn. Losun frá Kína og Indlandi fer í fyrsta sinn minnkandi vegna aukinnar notkunar sólarorku. Lækkað verð á sólarrafhlöðum spilar þar stórt hlutverk. There is a clear peak, especially in OECD countries. That group of countries reached a peak in 2007, and since then they decreased the use of fossil for power generation by 19%. The same is happening in some other regions in the world. For example, Latin America reached the peak in 2015, and some of the countries that most uses fossil fuels for power generation, like China and India, in 2025 they decreased the use of fossil generation. So there is a clear trend that the fossil generation is decreasing and reach a peak in some specific areas in the world. Það var örtröð í versluninni Nexus í Glæsibæ í dag, en þar fengust bækur og myndasögublöð gefins í tilefni dagsins. Fremstir í röðinni? Já, þetta er fyrsta sinn ég búinn að vera fremst hér í Nexus í svona comic book day. Og hvað ætlið þið nú að reyna að ná ykkur í? Ég veit það ekki, bara einhverja bækur sem ég líka við. Þegar ég kíkti í efrunni hvernig tíma var, ég hélt að það væri klukkan 10 eitthvað. Já, þú veist bara hvernig það er við netið og þannig. Var það ástæðan fyrir því að þú mættir svona snemma? Já, ég myndi bara segja að það var nokkuð heppinn fyrir mér. Og svo var hópnum hleypt inn í verslunina. Þar á meðal voru íslenskir myndasöguhöfundar. Það er mjög mikið af fólki að búa til og er mjög mikið að reyna að koma einhverju af stað. Held ég jafnvel meira en fyrir 5-10 árum. Núna erum við að sjá höfundar sem eru kannski tilbúin til að búa til stærri bækur en eru ekki alveg komin til móts við útgáfur og það er kannski svona næsta skref að ná til útgefanda og segja þeim hér erum við, hér eru sögurnar sem við erum með og svona samfæra það að sé þess virði til að búa til á Íslandi. Þessi eru sem sagt byggt á mér og honum hérna, þessi tveir karakterar. Og svo er ég með fleiri, þá er fjölskylda mín svolítið inn í þessu líka, en þetta er byggt á mömmu minni. Svo lengra í framtíðinni þá er ég með stærri sögur sem ég langar að gera og stærri sögur sem ég er búin að skrifa síðan ég var, krakki. Það er bara erfiðar að koma þeim að framfæra þegar það taka svo miklu lengri tíma heldur en þessar. Þessar eru nú stuttar og lagbúðar. Það er gott að koma þeim að framfæra fyrst, finnst mér. Já. Þannig að þú ert bara rétt að byrja? Já, bara rétt að byrja. Ungur borgfirðingur hljóp í dag 70 km leið frá Egilsstöðum til Borgarfjarðar eystri. Hann fékk góðan félagsskap hlutaleiðarinnar sem er 70 km. Ég er að þessu fyrir til að styrkja Krabbameinsfélag Austurlands. Þetta krabbameinsfélag bara snertir svo marga. Ég hef heyrt að það séu mjög margir sem veit ekkert af félaginu og ég er bara fyrst og fremst að vekja athygli á því. Það gengur bara vel. Bara með góðum gír, góðan félagsskap þannig. Og hvað er þetta langt? Þetta er svona 70 km. Ég er svona sem vanur alveg að smala svipaða veglendir þannig að ég held að þetta verður nú kannski aðeins auðveldara heldur en að smala í fjöllunum. Það er heppilegt bara viljum. Ég reikni nú bara með 8 tímum, ég held að það sé bara þægilegt. Það gengur mjög vel. Ég er rúmlega hálfnaður. Það er bara maraþon eftir.
Og stór hópur dansara gerði allt vitlaust í Kringlunni í dag með listgjörningi þar sem línudans var stiginn og gestum Kringlunar boðið að taka sporið. Línudansarar allan heim skipulögðu svipaða viðburði í dag þar sem þeir koma saman og dansa í stutta stund og halda svo sína leið út í daginn. 501. hersveit keisarans ásamt hetjum í Geislasverðafélaginu mættu á bókasafn Hafnarfjarðar í dag. Í byrjun maí ár hvert stendur mikið til hjá aðdáendum stjörnustríðs. Þetta alþjóðlegur stjörnustríðsdagur og það eru margir mismunandi hópar sem að tilheyra þessu. Það 501. herdeildin, það Geislasverðafélagið, það Rebel Legion og Mandalorians sem eru allt mismunandi hópar af einstaklingum sem að stunda þess að búa til búninga sem að eru tilbúnir á sett. Og þetta eru alþjóðleg góðgerðarsamtök, þeir stærstu sem taka þátt í þessu. Sem þýðir þá hvað? Já, þið hafið kannski séð Darth Vader í Reykjavík-maraþoninu og öðru slíku og það er í rauninni það sem þessi hópur gerir. Við reynum að gera fólk hamingjusamt, við reynum að safna peningum fyrir góða málstað og já, eins og 501. segir, þeir eru vondir gaurar að gera góða hluti. Þetta er rosalega gaman. Þetta er líka fyrir menni sem mig sem situr fyrir skrifborð allan daginn og þetta er rosalega góð æfing, sérstaklega fyrir axlirnar þegar maður er búinn að vera hérna við skrifborðið ógeðslega lengi. Það var rosalega gott að taka eitt sverð og fara að sveifla því. Það þarf maður að vera sérfræðingur í stjörnustríði til þess að geta tekið þátt? Nei, alls ekki. Við erum með nóg af þeim. Það er bara, við getum annarkvort kennt það eða ekki að tala um það. Þú ræður alveg hvað þú gerir, bara að mæta til okkar og hafa gaman. Sko. Ég er skurðlæknir á Landspítalanum en stundum er bara gott að skipta gír og gera eitthvað allt annað. Þannig að þegar þú ert búin að sinna ábyrgðarfullu starfi að þá ferðu og leiku þér? Algjörlega, það er bara mjög nauðsynlegt að allir leiki sér. Og þá að veðri, það verður tiltölulega kalt á landinu næstu daga og á morgun má reikna með rólindisveðri með stöku éljum norðan og austanlands en léttskýjað verður að öðru leyti. Norðanáttin verður ríkjandi á landinu fram eftir vikunni með slyddu eða snjókomu á köflum norðanlands. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir veðurhorfða næstu daga að loknum íþróttafréttum. Miklar sveiflur voru í fyrsta leik úrslita einvígis Vals og IBVF í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag. Valur hafði betur. Þetta var ógeðslega skemmtilegur leikur, mjög svekkjandi. Það fór sannarlega betur en áhorfðist þegar bíl hvolfdi út í á í Sindratorfarinu á Hellu í dag og strangar öryggiskröfur sönnuðu sig. Glæsileg tilþrif sáust að vanda. Fyrsti Akureyrarslagurinn í efstu deild í fótbolta karla í 24 ár var fyrir norðan í dag þegar Þór tók á móti KA á glænýjum velli sínum. Forréttindi að fá að taka þátt í þessu. Allir alla núna í 2 tíma og svo erum við bara vinir eftir. Þetta og ýmislegt fleira í íþróttum hér eftir andartak. Og öðru kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Píparar eru að missa vinnuna og nemar komast ekki á samning, þetta segir formaður félags pípulagningameistara. Megin ástæðan sé lóðabrask sveitafélaga, auk kólnunar á byggingamarkaði vegna verðbólgu og hárra stýrivaxta. Atvinnuleysi í Finnlandi er eitt það mesta í Evrópu og verðbólgan á uppleið. Almenningur hefur áhyggjur af stöðunni til framtíðar. Ríkisstjórnin boðar frekari niðurskurð. Bandaríkin ætla að kalla 5.000 bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Forseti Bandaríkjanna hafði hótað þessu í vikunni eftir gagnrýni kanslara Þýskalands. Ungur borgfirðingur hljóp í dag frá Egilsstöðum til Borgarfjarðar eystri til að styrkja Krabbameinsfélag Austurlands. Hann fékk góðan félagsskap hluta leiðarinnar sem er rúmlega 70 kilometrar. Það er gott að taka geislasverð og sveifla eftir langan vinnudag við skrifborðið, segir félagi hinu íslenska geislasverðafélagi og það var mörgum sverðum sveiflað á bókasafni Hafnarfjarðar í dag. Og við ljúkum þessum fréttatíma með fleiri danssporum en börn á öllum aldri og fjölskyldur þeirra fjölmenntu í sannkallaða dansveislu í Hörpu í vikunni. Njótið helgarinnar og verið sæl.